Það var fyrir rúmu ári sem að Bjarni Þór Haraldsson fékk þá hugmynd að leiða saman hóp tónlistafólks með það að markmiði að gefa grasrótinni tækifæri og láta gott af sér leiða. Þetta tvíþætt. Þetta annars vegar heiðurstónleikar fyrir listamann sem að ég hef haldið alveg gríðarlega mikið upp á og mér finnst það mikillar undrunar ekki allir þekkja, en hann heitir Ronny James Dio, var söngvari í Rainbow Black Sabbath og samnefndri sveit Dio og er með gríðarlega sterka og svona karaktermikla rödd. Hann dó í 2010, hefði verið 75 ára í ár og mér langaði að heiðra þennan fallna rockhund. Og svo langaði mér líka til þess að gefa yngri tónlistarmönnum sviðið. Þau fá ekki alltaf nægilega mikið tækifæri. Og mér persónulega fundist skorta pínlítið á bílskúrsmenningu hérna fyrir austan. Hún er nokkuð öflug í Neskaupstað en það hefur skort svolítið á þetta hérna annars staðar í fjórðungnum. Og með þessu vonast ég til að vatnið gárist aðeins og jafningjar einstaklega í kvöld sem að spila vakna þessu til lífsins og sjáu hvað þetta er gaman. Hvað er þetta að gera ótrúlega flotta hluti með metnað og áræðni. Að ég teldi djarft með því að hafa unga krakka í þessu og það eru líka mjög reynslumiklir og ofboðslega hjálpsamir menn með sem að eiga mjög stóran heiður af þessu líka. Ég sé tónlistina sem svona landamæralausa og ekki neitt aldurstengda, þannig að það er ekki flokkar þessu eins og íþróttunum. Þarna eru 14 ára og rétt ríflega 50 og þetta er allt þarna milli og allir eru bara eins og einliðsheild. Þetta er búið að vera svakalega gaman að taka þátt í þessu. Og það var tvennt sem að vakti fyrir mér með að fara af stað með þetta. Það var annars vegar, eins og ég sagði áðan, að gefa grasrótinni séns og svona kannski örva þessa yngri til dáða og hins vegar láta gott á okkur leiða og ég ákvað það strax að ákvörðun og tónleikum skyldi renna til geðheilbrigðismála og með áherslu á ungmenni og það sem við ætlum að renna í er svona réttindi fyrir sálfræðing í fjórðungnum til þess að praktísera námskeið sem heitir Klókir krakkar og er svona kvíðastjórnun námskeið fyrir börn og ungmenni og það er mikil þörf á því og þarft og þetta verður að vera til staðar fyrir okkur. Stefán er söngvari Dimmu og Ívar Andri er gítarleikari Murmur. Eru þeir báðir miklir Dio-aðdáendur sjálfir? Þetta er risastór katalógur og ég myndi segja ég þekki svona 30%. En ég hef hlustað á Dio síðan ég var unglingur svona upp að einhverju marki en ég hef aldrei sökt mér eitthvað á ból og kaff. Ég náttúrulega ólst upp við þetta, pabbi þvingaði þessu upp á mig. Þannig að ég þekki þetta nú mest megnið sko. Hvernig gekk hljómsveitin að spila saman? Ég hélt að þetta yrði svona að taka smá tíma að slípa þetta eitthvað saman sko. En þetta bara, annars við höfum bara alltaf verið í bandinu saman, en þetta er ekki búið að vera neinir árekstur og ekki neitt. Þetta er góð reynsla sko, fyrir okkur yngri sko. Það er náttúrulega heppilegt fyrir mig að við Dio erum á svipuðum staði í reikistjórinu á röddinni, þannig að fyrir mig er þetta ekkert sérstaklega mikil átök þannig og þannig að fyrir mér er þetta bara að njóta ferðarinnar. Fyrir mig þá er þetta svona, þetta er alveg erfitt sko, en þú veist, þegar maður er búinn að læra þetta þá er þetta ekkert mál í rauninni. Lögin eru svolítið sérkennilega byggð upp og svona, óhefðbundin. Sálfræðingarnir Kolbjörg Lilja Benediktsdóttir og Gyða Dröfn Hjaltadóttir hófu störf hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands í ágúst og er ráðning þeirra liður í því að gera sálfræðiþjónustu aðgengilegri fyrir almenning. Hvað finnst þeim stöllum uppátaki Bjarna? Það sést svolítið í samfélaginu hérna hvað er mikil samstaða að efla geðheilbrigði og þetta er bara svona framtak sem ég finnst mjög lýsandi fyrir það. Bara frábært.
Hvernig meta þær Kolbjörg Lilja og Gyða Dröfn stöðuna á geðheilbrigðismálum á Austurlandi í dag? Staðan í geðheilbrigðismálum á Austurlandi náttúrulega svolítið bara eins og hún á landinu að hún kannski ekki alveg nógu góð. En það var verið að ráða okkur 2 inn sem sálfræðinga á Heilbrigðisstofnun Austurlands og við munum sinna því svæði sem að Heilbrigðisstofnunin sinnir almennt. Það svolítið svona markmiðið að sem sagt stofna til svona geðheilbrigðisþjónustu sem ekki bara við, heldur að það verði í rauninni eitthvað meira fastara úrræði inn á HSA fyrir fólk með geðræn vandamál og þá helst börn og unglinga. Svo það svona það sem við erum að vinna að í samstarfi við annað starfsfólk hérna á HSA. Elisabeth Arna hefur lært að trommur í 4 ár. Hvernig að fá tækifæri til þess að koma fram með bandi sem þessu? Þetta geggjað. Þetta bara skemmtilegast sem ég hef gert algjör stæði. Mjög gaman að fá að kynnast svona flottu fólki. Ég hefði aldrei heyrt þetta þegar ég byrjaði að spila. Ég heyrti nokkur lög. Þetta bara með skemmtilegri tónlist sem ég hef spilað. En af hverju eru trommur fyrir valinu? Ég var í skólanum og var bara að leika mér að spila og tónlistarkennarinn minn spurði hvort að ég vildi ekki byrja að prófa að æfa trommur. Fannst ég svo góð. Og ég bara prófaði, síðan bara finnst mér þetta mjög gaman. Ég ætla klárlega að halda áfram. Þetta er geðveikt gaman og ég ætla að markmiðið mitt að spila á fleiri tónleikum með skemmtilegu fólki.